Hvernig að vera verkjasjúklingur og glíma við svefnvandamál? Við fáum aðeins að kynnast því í þættinum í dag, því gestur þáttarins er ung listakona, Ingiríður, sem hefur sannarlega fengið að kynnast því að berjast í verki nánast allt sitt líf. En hvernig fer hún nú eiginlega að? Við skulum hlusta á hana lýsa fyrir okkur baráttu sinni sem hún líki við ferð í ólgusjó. Gjörið svo vel. Ég heiti Ingiríður Halldórsdóttir. Ég verð 30 á næsta ári og kynni mig oft sem mjög greind kona. Því að ég er með dálítið mikið af greiningum, en ég er líka listakona, er að vinna í skúlptúrgerð og samfélagsskipulagi, og hef verið bara svona, ljóðskáld, skáldari, brandarakelling og svona kann ekki að taka alvarlegu hlutunum mjög alvarlega. En eins og ég segir, er þarna búin að vera á örorku síðan 2021 held ég. Svo það er alveg svona komin dálítinn tíma. Og ég byrjaði endurhæfingu þegar ég var, ég var 21 árs. Svo svona sjálfsvinna er búin að vera dálítið lengi svona aðalvinnu minn. Ég segi oft núna þegar ég fæ verkjaköst að þá hef ég verið kölluð inn á vakt og ég get ekki svara núna í sjálfboðaliða starfinu mínu að ég er á vakt í aðalvinnunum minni, eða eins og ég segi ofta paid for my pain and suffering, en svona þú veist að ég er búin að vera eða allt mitt líf með verkjavanda. Byrjaði bara þegar ég byrjaði að labba og það var mitt líka verið tengt svefna, því að það var ég mjög þreytt í fótunum að því ég er þarna með mikið liðleika og bandvefssjúkdóm eða bandvefsheilkenni, þannig að alltaf þegar ég var að fara að sofa þá var mér svo illt í fótunum, og það er eitthvað sem mamma og pappi tóku eftir strax, að því ég var bara grátandi á næturnar og ég man alveg ennþá rámar í ákveðna hluti af þessu. Það var bara því að iljarnar mínir voru svo rosalega flatar og að þegar líkaminn var að reyna að passa liðamótin væri ekki að fara í allar áttir, að þá myndar það bólgur, þú veist, og þannig að það var mitt byrjaði sjúkraþjálfun og var on and off í gegnum leikskóla og grunnskóla í því og síðan þegar ég er unglingur þá byrjaði ég að fá einkenni af vefjagigt, en var mitt fyrst greind með millirifjagigt, og síðan hefur þetta svona hægt og rólega, stundum hratt og vasklega bætt ofan á sig. Þannig að ég er búin að læra svona margt í þessu, og svefnin hjá mér hefur alltaf verið skrautlegur. Það er líka mjög mikið af svefnvandamáli í ættinu minni. Föðurætti mín bæði ég er óþolandi í öllum fjölskylduafmælum eða í fjölskyldubúðum, að því ég er alltaf eitthvað, Sigga frænka, hvað segirðu? Var hún að fá, var af okkar Pétur, hann var nú þannig, og svona er farin að reyna að pikka út af því ég er svo forvitin og það er ennþá svona hlutir sem ég finnst ekki alveg make a sense, þú veist, ég er farin að kunna kópa á ýmislegt í líkamanum mínum, en ég er svo forvitin að skilja hlutina, þannig að það er líka ættfræðilegar sögur af alls konar. Það var þú veist, pabbi talar mikið upp úr svefni og æpir stundum. Ég reyndar ekki mikið hef ekki mikið að ritrindum peer-reviewed studies á svefnum mínum, að því ég er búin að vera einhleyp mjög mikið og búið lengi ein, og kötturinn lætur mig ekkert vita, eða hún reyndar skapar líka bara svefnvandamál og þarna þarf mitt að vera á automatic feeder svo ég fór svefnfrið því hún var stendur við stofun og bringun á mér til að vekja mig, sagði mamma einhvern tímann þegar hún var að gista hjá mér. En síðan oft með aldrinum að þá byrja fólk í föðurfjölskyldunum minna að labba í svefni líka. En þegar ég var í geðheilsuteymi að þá var ég með að tala við
geðlæknir minn hvað ég fengi rosalega þú veist bara flókna og eða þú veist bara svona mjög komplex drauma og hvað það væri trublandi fyrir svefninn minn og því sem vaknaði ég og bara eitthvað, þú veist, það var bara heil saga í gangi þarna og ég veit ekkert hvaðan þetta að koma og náttúrulega líka fer alveg út í martraðir og eitthvað svona en þannig ég var sett að lyf sem að halda draumunum niðri sem búin að vera mjög gott fyrir mig bara þú veist, þetta ennþá örugglega í gangi að því að það einhver undirliggjandi líkamlegur þáttur sem að valda því og ég fór í svefnrannsókn með heilalínuriti og ég vaknaði 18 sinnum fulli yfir nóttina og bara eitthvað svona og þarna og það var tekkað á því sko næstu því gleymdist að taka mitt og þá ég ekki að einhverja blóðpröfu og þá ég ekki að fá nógu mikið súrefni, ég ekki að skila CO2 þarna tilbaka svo ég bara uppfullar ég eins og kókflaska þegar ég vakna uppfullar koldíoxíð og síðan held ég áfram bara fyrsta með svo ekki sem morgundagurinn en ég hef með tímanum líka þú veist að því að þetta búin að vera svo mikið rask svo lengi og ég eiginlega allir sjúkdómarnir sem ég greint með hefur eitthvað að gera með svefntruflanir þannig að ég hef bara svona reynt að gera þetta áhugavert eða bara svona línað inn í ákveðna hluti línað út úr ákveðum ég mitt þarna sem ég búin að vera að eiga svona 2 vikur af ekki mjög góðum svefn og ég sofnaði held ég örugglega klukkan 6 í morgun en þú veist þá svæfi bara til hádegis og vaknaði ég í símtali þegar ég að byrja að plana næsta hlut og ég bara svona leyfi bara raskinu að einhvern veginn fljóta með mér búin að læra alls konar tæknir við svefn búin að nota mikið sjálfsefjunar dáleiðslu tækni sem bæði fyrir verkjastillingu og þetta og ég svona ég veit hvaða nætur ég get sofið og hvaða nætur ég næ ekki og leyfi því bara svona pína nýta þetta frelsi sem ég hef að vera þarna einhleip ung kattakona sem býr að geta bara svona og að þurfa ekki að mæta í vinnu eða þú veist geta hliðrað minni dagskrá eða vera bara að vinna á næturnar því að það bara það sem líka vill þetta og bara svona meðan það virkar þá virkar það og bara svona fljóta með þessu svo það svona kannski mín filosofi ég get ekki tekið þetta alvarlega og svefnin ekki heldur sem bæði svona þú veist getur verið kostur en getur líka verið galli ég búin að blanda saman að því það mjög mikið af tæknum sérstaklega fyrir miðtaugakerfi sjúkdóma sem svona þú veist þessi 2 flokkar sem ég annars vegar í bandvefnum og síðan í miðtaugakerfinu að því að bara kerfið mitt slakar ekki á þú veist fight or flight alltaf í gangi en það eru ákveðna tæknir sem þetta að nota til að koma manni yfir í andstæðuna við fight or flight sem rest and digest það þegar þú veist þar líkaminn upplifir öryggi og þá leyfir hann meltingunni og svefninum að koma mér svo núna þegar ég að byrja að rifja þetta upp þá slakast taugakerfið mitt og ég á það til að spinna mitt aldrei upp en ég finn alltaf svona að núna eru spennan í augunum mínum að slaka að því að heilin á mér að muna eitthvað við kunnum alveg að slaka á en þetta í rauninni það taug sem liggur meðfram það sagt frá ofan á höfðinu á þér og alveg niður í þarna bara meðfram allri mænuninni svo eins og hjúkrunarfræðingur sem var örugglega yfir 8 sem kendi mér þetta var að tala sko taugur liggur frá höfði og niður í klof og öll örfun sem fylgir þessari taug hvort sem það sé að öskra, gráta, humma
eða einmitt að kveiki í sér kynferðislega en samt ekki fullnæging og ég einmitt fekk að heyra þetta þegar ég var 21 og klukkan 9 á þriðjudagsmorgni og ég eitthvað með svona risastóra anatómíubók og eitthvað, já, já, allt í lagi en þetta vakustaugadáleiðsla svona grunnurinn sem hentaði mínu kerfi rosalega vel. Hún kenndi þetta líka þannig að eins og þegar börn að gráta en gráta með tárum að þá léttara að róa þau niður heldur en ekki að því þá eru þau að kveikja á þessu vakustauga viðbragði með því að vera einmitt að gráta og þá hefur það áhrif á taugina sem segir síðan við restum af taugakerfinu við getum róað okkur niður svo þess að einmitt virkar út frá taugafræðilegum standpoint eins og hummið og að þetta allt að hafa áhrif á vakustaugina ég anda djúpt, öskra, gráta, humma og þetta hjálpar og það raunin bara þetta líka physiological viðbragð að erfiðasti taug getur hjálpað þér að sefjast síðan dáleiðsluparturinn og ég alveg ég get eiginlega ekki ennþá sagt það því ég alveg komin út í svona woo-ish eða woohoo eins og ég kalli þetta en ekki alveg woo-woo sem svona oft einmitt sem konur í minni stöðu þurfa oft að sækja í að því að bara við vitum ennþá ekki nóg mikið taugakerfið og við þurfum ennþá að lifa í líkamanum okkar sem læknisfræðin skilur ekki alveg og bara oft tekur ekki marka og vill ekki hlusta á eða þeir þurfa að skilja þannig að maður þarf annarkvort að vera að sækja í aðferðafræðir sem eru eldri og við vitum ekki alveg af hverju virka en við vitum að það eitthvað result með eða að finna hluti sem að make a sense fyrir okkur en ég mín nálgun að finna fólk sem að vinna í þessum heimi á klíniskan hátt þannig að ég upplifi öryggi sem ég vil þótt að sé á jaðrinum á heilbrigðisþjónustu að þá þessi lína eitthvað sem skiptir mig máli meðan það eru aðrir sem myndi fara bara alveg út í ég vil ekki hafa læknisfræðina neitt inn í þessu ég vil bara hafa þetta cultural eða spiritual svo að það líka áhugaverður punktur og segja eitthvað já, vakustaugadáleiðsla dáleiðsla virkar þannig að það kenndir ákveðnar tæknir til að spila inn í þetta að spila inn í viðbragðið til að magna það upp og róa þig meira niður ég sé mína öndunartækni og þetta oft nota líka í fæðingum núna, þetta hypnobirthing og það sama tækni og ég nota þetta mest þegar ég er að fara að sofa eða hjá í annarkvort verkjakasti eða hjá tannlækni að þá nóg mikil örvun á kerfi mitt til að kveikja viðbragðinu og ég fæ svona mesta dáleiðslu element úr þessu en ég sé þetta oft eins og ég sé einhvern veginn svona róla yfir tauginu minni það bara einhvern veginn svona hvernig hausinn á mér hefur búið til sögu kringum þetta og endunum mín einhvern veginn svo það svona eins og toppurinn og fæturnir snerti taugina þegar ég að koma niður og síðan róla ég fram og tilbaka og þetta einhvern veginn róar kerfið niður til að fara inn í þetta róunar og sefjunar viðbragð sem síðan mitt hjálpa mér að sofna. En nú ég með einn YouTube-gaur að ég nota þetta alltaf þegar ég reyna að sofna og í skipti sem mamma hefur gist hjá mér og segir hún að ég hefur bara sofnað á 5 mínútum en það mitt annarkvort að því að viðbragðið mitt alltaf on eða off það einhvern veginn engin miðja þannig að ég annarkvort bara alveg lights out eða bara breytist í þvottabjörna tíman minn eins og ég kalli þetta þegar ég er svona eitthvað potterast nætur og einhver skrítin hljóð að setja saman húsgögn eða þetta svona eins og ég var að gera helgina að blanda patt
pappír í blandara fyrir vinnustofu sem ég var að halda á bókasafninu ég í Hafnarhaus og þar 24 hour access sem ég nýti mér oft sérstaklega þegar ég í svona einn af iðjuþjálfurum mínum sagði ég væri svona eins og ég var alltaf að fara á sjó ég svona tekið þetta í túrum að ég ger allt í einu og síðan þarf ég rest á milli en ég var að mynda að blanda pappírum klukkan 2:30 nóttina og var að klippa niður lög til að sem notið að því ég að endurvinna pappír úr gamlum bókum í nýjan pappír fyrir bókasafnið og það heyrði einhvern upp í stiganum og ég var með að klippa hvítt lag niður og það var of fristandi svo ég ákvað að nýta tækifærið og vera að leika draug hérna vera að draugast hérna framöndir og þeir sáu mig ekkert fyrst en heyrðu bara og ég eitthvað að kalla nafnið þeirra Já, það líka bara svona að finna leikinn í þessu sem mér finnst vera svo hjálplegt við þetta allt að það hægt að mynda þessar sögur í kringum þetta þegar það margt sem maður hefur ekki stjórn eða allavega eins og ég hef ekki stjórn yfir en einmitt sjónarhornið það sem ég hef stjórn yfir að hlæja að aðstæðanum þótt maður sé frustraður eða einmitt að geta unnið á þessu perspektífi sem mér finnst svo hjálplegt. En einmitt ég svona sætta sig við raskið en einmitt að leyfa því ekki endilega að raska rósinni. Einn af þessum ættfeðrum mínum, hann einmitt fór að sýna sömu einkenni af sem ég tel vera functional neurological disorder sem ég með einmitt greinda að því að taugakerfið mitt fara að krossa vírum sem þau ætti ekki að geta þannig ég fæ stafræn flog og stafræn tauga episodes en hann einmitt byrjaði að fá það eftir mjög traumatic event á hákallabát þar sem þeir þurftu sko einmitt að binda sig við mastrið og hann einmitt kom tilbaka með svona skjálfta sem var eitt af fyrstu einkennum sem ég var með og var einmitt á svipuðum tíma og Freud var að pæla í þessu því það það sem það vill heyra þegar maður fær nýja sjúkdómsgreiningu að geðlæknirinn minn sagði við mig já, ok, geggjað að taugalæknirinn hafi staðfest þetta einmitt það sem kom Freud úr taugalækningum yfir í sálfræði og ég var bara geggjað akkurat sjúkdómur sem ég vildi en ég mynd hlæja þessu líka að ég reyna að safna þessu skrýtnum sem furðulegustu greiningunum svona eins og ég með ókynþroska nef sem bara það einhver eitill í nefinn á mér sem það átti að fara í kynþroskan og maður náttúrulega vill líka alltaf heyra hálsnum og eyrnalækni segja þegar maður með myndavél inn í nefinn á þér og það ég hef nú ekki séð þetta á þér í persónu þessi ætti að vera löngu farin svo ég ákvað að taka því sem ég var með óþroska nef og hafi ekki farið í gegnum kynþroskan í nefinn á mér Ég farið líka að nota listina mína í þetta og ég nota mikið orðaleiki og þetta að því að og myndlíkinga líka til að útskýra sjúkdómana mína en ég með ég með hypermobility spectrum disorder ég með illvígavefjagigt ég með ofnæmi frjókorna og það gæti verið að ég sem með mast cell activation syndrome sem að líkaminn að búa til of mikið histamín og bara svona gera hluti sem það ætti ekki að vera að gera ég er með EPS ég þarf oft ég byrjaði tánum á mér og sem byrjaði að telja upp það svona annarkvort í árum eða líkamsbörtum
ég er með sjálfsofnami í skjaldkirtli, almannakvíðaröskun, ég er með CPTSD, síðan það og functional neurological disorderið, dysautonomia sem að sjálfvirka taugakerfið ekki að haga sér þannig að þú veist hjartsláttur minn þetta svona svipað sem margir með POTS núna oft algengt eftir COVID en mitt bara ég með rosalega háan hvíldapúls og síðan var hann ennþá hærri síðan fyrir hann aftur í að vera hár og blóðþrýstingurinn svona frekar lágur og líkamshiti og bara svona þú veist eins og ég segi ég veit eiginlega ekki hvar á að byrja í þessu öllu og erum mitt að byrja í greiningarferðlinu fyrir ADHD af því það getur líka en það er mjög algengt að mikið af þessum sjúkdómum haldast í hendur sérstaklega líka með sjálfsofnamið og aðrar raskanir þú veist það kemur oft getur haldist í hendur við áföll það getur líka vægagigtin líka tengt oft áföllum en síðan líka maður bara meira útsettur fyrir eða viðkvæmari fyrir alls konar og einmitt að það sérstaklega með einmitt hypermobility eða þetta getur hugsanlega að vera EDS að því bandvefurinn í öllu þú veist það í meltingunni það í augunum það í tannunum á þér það í hárinu þú veist það heldur þér saman og ef prótínin ekki alveg rétt þá ertu ekki alveg haldin saman rétt á límingunum þannig en það líka getur haft áhrif á taugakerfið af því þá einkenning að þá séu taugagöngin sem að taugabúð fara í gegnum eru aðeins og víð þannig að allar upplýsingarnar fara og hratt á milli kerfana og þess vegna verður þú svona stressaður af því að taugabúðin eru bara hlaupum og það alls konar svona sem ég pikka upp frá þú veist fagaðalum af því ég hef líka bara svona sett saman teymi af þú veist fólki og fagfólki sem að mér þú veist, annarkvort challenge mig eða mér líður comfortable með og þú veist, orðið nógu sjóið í þessu öllu að vita hvað virkar fyrir mig og hvað ekki og líka virða það, þú veist, að minnst það oft sem gleymist við heilbrigðiskerfið að þú veist, við sem erum sjúklingarnir eða þjónustu þegarnir eigum að vera við borðið og fá upplýsingar að hátt sem skiljanlegur fyrir okkur og þannig að getur verið að taka upplýsingar og upplýstar ákvarðanir rétt inn og bara þú veist það eru læknar sem ég aðeins byrjað að vinna með sem að tala þú veist ég með dálítið ánæmi fyrir svona hugtakinu lífsstílssjúkdómar og allt þetta sem feit kona að þú veist að það samt ákveðin áhugavert með lífstíl að þú veist þetta getur verið hugsað eins og tónlistasmekkur þú veist alveg eins og þú sendir ekki rockarann á óperu að þá ert ekki að fara að senda mig í ákveðin umhverfi sem bara þú veist jújú þú getur alveg existað í því en það hendar þér ekki það ekki það sem þú tengir við svo það líka hægt að hugsa heilsuna eða lífstílinn þótt að fyrir mér hefur þetta verið notað svo mikið á móti mér að þess vegna ég líka svona á ég það til að vera uppáhaldið mitt núna ef ég lendi í oft mjög erfiðum fitufordómum það sem bara verið að segja mér að ég sé að fara að deyja eftir 10 ár sem ég sé það þegar ekki, eða ég trúðist að ég sé það og ég það bara ofan í mig að það kemur í ljós en ég fer oft sko viljandi í bakari á leiðinni heim og kaupi mér kökusneið eða kleinurring bara til að svona einhvern veginn setja það í hausnum með mér og ég ætla bara að víst að vera og ég hef svona oft sagt að ef maður ætti að vera að gefa ef fólk ætlar að vera með fóbíu þá bara að gefa þeim einhverju bara hræða það þá og svona ég orðin svona pínu erfið í sumi en ég líka hefur svo mikið áhuga á að skilja hluti og líka að finna virði hlutina og það líka sem listin hefur gefið mér svo mikið þú veist ég ofta
yrkja mig út úr þarna köstum eða ég mitt byrja að samla ljóð í köstum af því það bara hvernig heilinn minn að höndla þetta og ég mitt farin að nota innblástur sem verkjatól sem ég finnst mjög skemmtilegt þótt að stundum kem ég mitt frá tannlækninum eða sjúkraþjálfaranum og greið tannlækninum ég kom að því að að vinna líka með rusl frá fólki þú veist að taka byproduct og þarna og búa til skúlptúra úr því þannig ég var að fá plast frá tannlækninum og hann hafði komið með plast úr tannþráðaboxum sem hann hafði látið mig fá áður en tíminn byrjaði svo ég var að hugsa þann tíman og enda að mér finnst blóm skemmtileg og svona að vinna dálítið með það með lyfunum mínum að því ég að nota mitt lyfjarusli mitt sem medium bæði þú veist tákgrænt og líka bara þú veist að gera fallega hluti úr einhverju sem ekkert öllum finnst fallegt en ég ætla að kemur út úr tannlæknastofnunum og segja þú tanngarðyrkjumaður og ég ætla að búa til tannblómapott og búa til fífur og tannþráð og rósir með það sem hægt að nota þú veist oddana fyrir sem part af rósinu og eitthvað svona en síðan þetta bara eitthvað þriðdagur og kona kemur út og segir með tannlæknirinn að það sé tanngarðyrkjumaður og að þetta verði tanngarðurinn hans og eitthvað svona en mér finnst það skemmtilegt að líka listin hefur gefið mér meira tól til að eiga samtal þú veist, ég finn munin núna þú veist, að geta með farið undir fagfólks og sagt því frá listinu minni sem ég mjög passionate og með að fjalla lyf og húmorinn í kringum það. Ég hef verið að gera lyfjaglasamottur sem eru pillur sem eru með orðum á og með svefn ákveðin hefur verið góður seller en það gefur mér meiri kontról á hvernig fólk sér mig og ég fæ að stjórna þess meira sjónarhortinu og líka að taka reynslur sem mér finnst líka gaman að tala en ekkert alltaf space fyrir og skapa þetta space og ég myndi að skapa þessar skrýtnu tengingar sem heilinn á mér í öllu þessu raski og hefur greinilega annarkvort ættgengur eða áunninn eða hvað sem það að það samt svo mikið frelsi í raskinu þegar maður línar inn í styrkleikana líka þú veist, ekki bara vera að horfa á negatív hlutina, heldur líka frelsið sem að þú veist, að geta ekki tekið þátt í hvernig hlutin gefið þér, þú veist. Ég get skapað mína list að því á annan hátt en félagi minni að því, þú veist, þótt að segja ekkert gaman að vera á örorku og hefur oft mikið restriction á lífið þitt, að þá allavega hef ég aðeins meiri fyrirsjáanleika og ég veit að ég þarf þá ekki líka að vera að hafa áhyggjur af öllu hinu að því að hitt alveg full-time job og ég örugglega komin í margfalt meira en ég ætti en ég bara myndi að njóta mín í raskinu sem ég í akkurat núna. Það einmitt oft sem að mér finnst líka húmorinn og hæðni getur stundum gefið svona smá nuts tilbaka til fólks bara svona þú veist, ég sé þetta en ég ætla ekki að taka þetta inn á mig þú veist, ég vil þótt að heilinn á mér einmitt gegnsósa af alls konar svona og fer í gegnum einmitt bara eins og hafið þú veist, sumir dagar eru þú veist, meiri sjórhaldur en minni en það að já, þú veist, að líka leyfa hlutunum að flæða yfir þig og flæða út frá þér þú veist, á bæði í ákveðnan hátt en líka leyfa hlutum að skolast út mér finnst oft sem að sjálfsþekkingin gefur manni líka ákveðið meira agency til að segja þú veist, segja stopp og mér finnst húmorinn líka góð leið til að þú veist, opna glugga en ég ekki að bjóða fólki að sofa á sófanum hjá mér. Þú veist, ég get opna gardínurnar en ekki samt verið að setja nefið á gluggan hjá mér nema þú hafir boð það.
svo þú veist það líka einhvern veginn svona því meiri þekkingu eða bara reynslu og ég hef fengið inn á mig því meira einmitt get ég líka ákveði hverju ég að deila og hvað ádeila og það einmitt sem líka oft svo mikið munur oft ég bara að tala lífið mitt en fólk einmitt komið og ætla bara einmitt að þú veist oftast frá mjög þú veist vel meinandi stað að einmitt að vilja hjálpa en það samt einmitt ég vil þótt að sé vel meiðandi þá það samt líka meiðandi að þegar það setur ennþá meiri pressu á einstaklingin og það einmitt oft sem ég á svo erfitt með þú veist umræðuna og sérstaklega eins og lífsstíðssjúkdóma og allt þetta þú veist, vísindin ekki endilega að segja þetta allt svo miklu meira komplex og þú veist, það alltaf komið með þú veist, oft undirliggjandi boðskapurinn sem fólk kannski átta sig ekki á af hverju ertu ekki búin að lækna þig ef þú þekkir þig svona vel ef þú sérð vandan, af hverju ertu ekki bara búin að þú veist, og ég hef bara eitthvað, þú veist, kannski get ég það aldrei og það bara allt í lagi, þú veist, ég ætla bara að njóta þessari sjóferð meðan ég í sjóin fær og ég myndlíkinga yfir mig og stundum alveg komin upp í koka sjálfur mér að því ég bara eitthvað Jesús, ég get ekki sagt neitt að þess að sé komið út hálft ljóð og ég bara þarna, en samt nýt þess en það þú veist já við munum öll fara í gegnum þú veist, við þurfum að virða sjóin líka og það kannski, það mitt eitt ljóð sem ég skrifaði sem að kom út frá kom út frá samtali sem ég átti við lækni hún af sérstak áhugakona bandvefsbreytileika eins og ég með og hún var að tala að fólkið sem hefur hennar fjölbreytileika þú veist allir sjá það standandi á klettabrúnni og skilja ekkert hvað þau að gera þarna og af hverju þau fara ekki frá brúnni en sjá bæði ekki þú veist það sem að halda þeim niðri en líka ekki útsinnið sem þau sjá og minnst það sem ég fyrir að kunna meta ég vil þótt að ég sé alveg alveg til að hætta að fá salt í augun allan daginn að það líka fallega útsýnið sem þó allavega líka eitt af byproduktunum og einmitt að geta notið lægðana á millistormana en einmitt ég verð bara þú veist, ég verð bara að sjá það sem eftir og það allt í lagi þess það sáttin við það að verða ekki landkrabbi í einhvern tíma og kannski, þú veist, kannski breytist allt og ég læknast einn daginn og það var bara geggjað. Ég held að ég ekki eldri einu sinni þegar ég fékk kristalla í innra eyrað og ég var svo vön því að fá bara eitthvað, já, þetta, oftast undanliggjandi, þú ert of þung og ég mitt, einn læknirinn var ekkert að hlusta á mig og ég mitt var, þú veist, hafði farið frá læknavaktina því ég gat ekki staðið upp og alltaf detta ofan í, þú veist, bara missa jafnvægið af því að það voru kristallar sem voru á vitlausum stöðum og ég mitt beið í marga klukkutíma það var farið að reyna að segja þetta væri, þú veist, það var reynt að stunda mig heim, það var reynt að, en ég sagði bara nei, þú veist, ég veit hvernig að fá kvíðaköst, ég veit hvernig að fá þetta eitthvað annað og síðan mitt þarna ég alveg búin að gefast upp á öllu og einmitt bara, þú veist, þetta örugglega blóðþrýstingurinn og núna þetta enn eitt verkefni sem ég þarf að taka og síðan einmitt kemur einhver læknir og tekur mig inn í herbergi og fer að gera einhver test og einmitt lætur mig setjast niður og að taka rúmið upp og niður og eitthvað svona og ég skildi ekkert hvað í gangi og einmitt kom út úr þessu og hélt einmitt bara að ég væri endanlega búin að missa vitið því að þetta var bara allt í einu að virka mér liði bara eitthvað betur og þá einmitt, þú veist, hann var svo hissa mínum viðbröðum að því að ég var bara eitthvað, já, þú veist mér líður bara miklu betur núna, þú veist, ég veit ekki alveg hvað, hann eitthvað, já, þú veist,
og fór að útskýra þetta og það var bara að segja já að því ég var að hrista kristallan tilbaka úr innra eyranaðinu þannig að það myndi fara, ég var ekki að leika mér að þessu en ég var orðin bara svo mikið leikandi í þessu öllu og ég bara minn aldrei gleyma hvað ég var bara eitthvað þakkaði kærlega fyrir og hann var bara alveg eins og ég veit ekki hvað þegar ég hérna eitthvað biðstofn og slís og taki hendur bara þakkaði fyrir að lækna mig kæri læknir nú er ég bara alveg læknuð og ég bara vissi ekki hvernig þetta láta að því ég var bara ég var mitt mynda mér þegar bara læknirinn læknaði mig undir og stórmerki en það er bara mitt að því að ég er orðin svo vön núna er ég er að fá brot af útskýringu og margra ára mastersnám í meira vesenni en ég veit ekki bara eitthvað svona já A til B til C, bye Ég hlusta á raskið mitt ég hlusta á þrjóskið ég hlusta á þrjóskuna og þröskið í líkamanum mínum þannig að þú veist ég þekki oft ok, þú veist ég tek lyf sem hjálpa kerfinu mínu þú veist að slaka á tek ofnæmislyf sem að hjálpa með slen og ég tek lyfin sem hjálpa mér að dreyma minna og síðan lyf sem eru partur af taugalyfjunum mínum þannig að þau hjálpa með taugaverki og verka upplifunina og ég tek það oftast upp úr 8 ef ég er heima eða svona milli 7 og 8 og síðan er ég bara eitthvað að hangsa gera þú veist hluti sem ég á ekki að vera að gera vera í símanum upp fyrir mig drekka kók þú veist pæla í einhverju öðru þú veist ég veit ekki kannski var þú veist, það var blanda þú veist, svefntruflunin sem ég fekk í gærkvöldi var mitt bæði búin að vera með flensu og var í verkakasti eitt af lyfjunum mínum lyfseðlinn rann út og það, þú veist, var einhver auka dagar á milli og einmitt bara alls konar hlutir en því var ég líka bara að horfa á YouTube Reels af Super Nanny þú veist, svo var þetta líka mjög fyndið að vera að horfa sko, kvöldi áður hafði að vera sko, border security og svona lyfja þarna upptökuð raunveruleika þáttur frá eða frá flugvelli í Ástralíu og síðan mitt barna uppeldi og þetta horfði ég á einhverju YouTube sko, heilu þættina þú ert búin að horfa hérna í 4 klukkutíma Ingriður og börnin eiga að vera að fara að sofa akkur þú ekki farin að sofa en þau heldur bara áfram og það var bara allt í lagi því ég vissi að ég hefði þetta rými þú veist, ég vissi að og ég skapa það þú veist, að ég veit að það er ákveðin rammi þú veist, ef ég ætla að ná séns á að sofa þá mitt þarf ég að taka lyfin á þessum tíma og þá er ég oftast að sofna svona milli 11 og 2 eftir degi og síðan mitt vakna ég að bilinu 10 til 11 stundum fyrr, stundum seinna en bara mitt að skapa þetta mildi og það er líka sem hefur hjálpað mér rosalega mikið er samkennd í eigin garð og einmitt að þarna, við erum að vinna í núna svona fyrir aðeins að ala mig að ég finni mínar aðferði til að ala sjálfa mig upp að þetta er svona stundum farið að vera að koma nógu gott markþjálfurinn minn sagði einhvern tímann að þarna ef að ég væri að passa upp að innra barnið mitt þá væri ég sko hlaupandi ekki í úlpu út í garði miðjanótt hver var að hlaupa þessu barn út í garði ég veit það en að skapa þetta mildi og þú veist að ég veit að þú veist ég get alveg verið á hörk ok, ég get ekkert verið á hörkunni það er bara ekki mín leið, það er bara ekki minn bátur að þú veist, þessi mildi er það sem ég þarf þú veist, ég er með mjúkt rúm ég er með mjúkt líf ég er mjúk og þú veist, reynir bara að vera mjúk við mannin og líka þú veist að lifa þessi heldur ekki að þú veist, stjórna mér að þú veist, ég er líka bara fullorðin manneskja og ef mér langar að vaka nætum þá er það líka bara allt í lagi það er engin heimsendir kannski ekki endilega gott fyrir mig og ég veit ekki alveg hvað læknarinn minn muni segja að það hlusta á þetta viðtal en að þarna þú veist
fyrir þetta skeið í lífinu mínu þá það bara ok og það líka bara allt í lagi og það eitthvað svona sem ég hef lært með þessi bara að það margar leiðir til að sjóða þennan pott af saltvatni og það bara, þú veist, ég get bara verið í fótabæði ef mér langar það. Ég veit ekkert hvert þessi myndlíking og hvað að fara. Hún bara fara út í sjó líka. en já, þú veist, þannig að það þessi mildi og einmitt að vita líka hvar mínar línur eru. Þú veist, ég get þegar þarf þess að vakna klukkan 8 en þá oftast nægilega ekkert að sofa. Og þú veist, að því að það bara einhvern veginn á móti og þetta væri miklu öðruvísi ef ég væri í öðrum aðstæðum, ef ég byggi með öðru fólki. Ég smá áhyggjur af því hvort að ég farin að fá targeted auglýsingar á Instagram sögu piparjunkunar sem einhver jólabók hérna sem segir hvað algoritmi minn þegar ég fæ ekkert nema sundleikfimis auglýsingar og svona infrarauð hot yogateppi og sögu íslensku piparjunkunar sem ég þarf eiginlega að kaupa með handa sjálfur mér og lesa því sem ekki en til dæmis ef ég væri með meðlegandi sem ekki köttur að þá væri þetta held ég alveg, já, ég myndi ekkert endilega vilja búa með mér akkurat á þessu skeiði í lífinu mínu en það fínt að hafa köttina því hún líka inniköttur og vakandi á skrýtnum tímum leggur sig þegar hún þarf þess sem dálítið oft en ég reyna að leggja mig ekki of mikið nema ef ég eitthvað mjög slæm en það bara svona, þú veist, já og mín motto dálítið svona gerðu röngu hlutina rétt, þú veist, ef þú ætlar að velja að gera hluti að þú veist, reynda að gera það á skynsamlegan hátt sem allavega meikar eitthvað skyn fyrir þér, að þú ert einu sem situr uppi með þetta skyn og skjölum það Ég stúlkan sem starir á hafið mitt. Ég stúlkan sem starir á hafið, dæmd til að standa á klettabrún, með andlitið á móti stormi, gerð til að standa það af mér. Rétt eins og kletturinn sem tengir mig við djúpið, skolast hlutir af mér í burtu, sumt af mínum vilja en annað hrifsað af mér. Kem ég af tröllkonum sem biðu of lengi, soknar í störf sín, þar til sólin kom upp og breytti þeim í stein. Dæmdar til að standa af sér storminn, gerðar partur af landslæginu sem við hættum síðan að trúa á. Þau sjá mig nú í fjarska, halda að ég velji háskan, standandi á klettabrún, en þau sjá ekki fjötrana sem hlekkja mig niður. Eina sem ég get gert að meta útsinnið, bara hafið og hún. Það var annað sem aðeins svona bæði djúpt og ekki, en á ensku. Og þetta mitt oftast koma ljóðin mín út frá samtölum eða svona eftir að ég búin að leyfa hlutum sjóðast aðeins lengur eftir samtal. Something anglerfishy. I am an anglerfish living in the deep waters, having light within me, surviving with the conditions I was made for. Og núna ég að reyna að gera ekki trúða hljóðin mín sem að þegar ég að tala alvöru tilfinningarnir mínar, það mitt coping mechanism sem mjög erfitt þegar maður að fara sérstaklega ef aðrir að fara í gegnum eins og vinkonum minna að fara í gegnum skilnað og hún hringir í mig og ég kalla sjálfur mig skilnaða trúðin af því að ég get ekki tekið neina alvarlega en já, en húmorinn gerir erfið hlutina léttari og þú veist, ef maður ætlar ekki að lifa léttunótrunum þegar tónverkið manns daldið þungt að þá, þú veist, sekkur maður líka bara svo það bara frekar að sekka sér og
og synda með straumnum og sjá hvert hafi tekum hann. Já, takk fyrir þetta, Ingiríður, og takk fyrir að deila reynsluðinni og húmor með okkur. Þarf alltaf að vera grín? Já, það þarf oft að vera grín. Takk fyrir að minna okkur á það. Þessi þáttur var unnin í Hlemmurhaus. En hvað er eiginlega Hlemmurhaus? Hlemmurhaus og Hafnarhaus er einn og sami hluturinn. Þetta er sem sagt vinnuaðstöð fyrir skapandi greinar, listafólk og fólk með smærri startup fyrirtæki. Sem sagt, Hafnarhaus er í Hafnarhúsinu og þar er hún Ingiríður reyndar að vinna. Þannig að ef þið brýnt erindið hana þá vitið hvar hægt er að finna hana. Og Hlemmurhaus er síðan aftur á móti þess að ég vinn, það er á Laugavegi 117. Ég er þarna á annarri hæð ef þið viljið vinka til mín þegar þið er að labba Laugaveginn. Þið sjáum mig strax, þetta er vel merktur gluggi og ég lofa að vinka tilbaka ef ég sé ykkur. En þess má einnig geta að í næstu þáttum ætlum við aðeins að ræða við fólk sem að hefur kannski að miklu leyti verið að aðstoða aðra, þó að þátturinn sé þetta á persónulegum nótunum og fólk tali nú aðalega sjálft sig og sín reynslu. En þá ætlum við að fá geðlækni í heimsókn og tvær af mínum uppáhalds hjúkum sem ég hef kynst í gegnum tíðina og svo ætlum við að fá markþjálfa sem að vinnur meðal annars í því að hjálpa fólki að koma svefninum í gott stand. Ja, þetta er svona eitthvað sem við getum þá átt vona á í einhverjum af næstu þáttum. Nú, það er auðvitað að finna þættin okkar út allt á YouTube, Spotify og á Facebook og svo eru þetta með vefsíðun okkar svoumsaman.is. Hljóðmynd þáttarins var eins og venjulega í höndum Davíðs Pedersen, en Davíð er að fara að eignast sitt 3. barn. Við óskum honum til hamingju með það. En kæri hlustandi, ef þér líkar við þættin okkar, þá biðjum við að deila því með öðrum. Það hjálpar okkur heilmikið. Takk fyrir að hlusta.